Leiðtogar bæði Írans og Bandaríkjanna virðast búa sig undir að átök hefjist að nýju í Íran. Forseti Bandaríkjanna segist mögulega hefja hernað að nýju ef Íranar gera eitthvað slæmt. Klerkastjórnin með pálmann í höndunum og það styrkir stöðu hennar að ná samkomulagi, segir prófessor í Miðausturlandafræðum. Nú sé tími mikilla breytinga í Miðausturlöndum. Sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem gerð var síðustu 2 vikurnar í apríl. Vinstrið og Píratar standa í stað en aðrir flokkar tapa fylgi. Mörg alvarleg reiðhjólaslys hafa orðið að undanförnum. Skærgulum hjólum hefur verið komið fyrir við nokkra slysstaði til að fá bílstjóra til að fylgjast betur með umferð gangandi og hjólandi. Og áhugamenn eldpipar komu saman í Gamla bíó í dag þar sem eldpiparhátíð var haldin í fyrsta sinn. 3, 2, 1, borða! Komiði sæl. Bandaríkjamenn hafa svarað friðartillögum sem Íranar lögðu fram í vikunni lausn stríðsins þar í landi. Donald Trump sagði í gær á Truth Social að verið væri að fara yfir tillögurnar en ólíklegt væri að Bandaríkin samþykktu þær. Íranar segjast verið að skoða svar sem hafi komið frá Bandaríkjamönnum. Háttsettur yfirmaður í íranska hernum segir líklegt að átök hefjist í stríðuna að nýju en vopnahlé hefur staðið yfir í tæpan mánuð. Trump gaf það líka í skinn þegar hann var spurður hvað yrði til þess að Bandaríkin myndu að nýju hefja hernað í Íran. Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. Hallgrímur, hverjar eru horfurnar í stríðinu í Íran núna? Já, þær eru afar óvissar og það virðist vera hvorugur sé tilbúin að gefa eftir þó að það kannski eftir að koma í ljós hvað þetta svar Bandaríkjanna í dag inniheldur. Það mikið þrýst á Íran að opna Hormúsund fyrir olíuflutningum. Utanríkisráðherra Þýskalands gerði það núna síðast í dag í símtali við íranskan starfsbróður sinn. En ég spurði Magnús Þorkel Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum við Háskólann í Massachusetts að þessu og hann benti á svona þau atriði sem Íranar hafa sett fram í þessum tillögum sínum, meðal annars afléttingu viðskiptaþvingana, áframhald friðsamrar kjarnorkuáætlunar í Íran og að frystingu erlendra eigna verði aflétt. Þessi atriði sem frá þeirra bætunum sé bara byrjunin einhver samningaviðræðum, en frá bæturum Bandaríkjamanna þetta ekki það sem stríðið snýst um. Að mörgu leyti standa Íranir, eða ríkisstjórn Íran, ég myndi ekki segja Íranir almennt segja, eða ríkisstjórn Íran með pálmann í höndunum, að þeir koma til með ef þetta heldur áfram og það verður eitthvað samið, þá sjálfsögðu styrki það stöðu klerkastjórnarinn í Íran á kostnað íbúana kannski landinu og þetta mun tryggja það að þeir mun vera áframhaldandi stjórn þarna við lýði í Íran. Sko, stríðið í Íran eitt en svo annað, stríð Hezbollah og Ísraela í Líbanon. Það hefur svona kannski fallið svolítið í skuggan af átökunum í Íran. Hver staðan í Líbanon núna? Já, sko, á þessum 2 mánuðum sem það stríð hefur staðið, þá hafa yfir 2600 manns verið drepnir, yfir 8000 særst og það eru 100.000 og jafnvel milljónir á vergangi. Það yfirlýst vopnahlé, vissulega, en samt hafa Ísraelsmenn gert reglulegar árásir í síðurhluta Líbanon og þær að beinast gegn bækistöðum Hezbollah-samtakana. Og helgina þá stækkuðu þeir skilgreint öryggissvæði í suðurhluta landsins og á því fólk beðið að rýma heimili sín. Það hafa reyndar verið beinar viðræður milli stjórnvalda í Ísrael og Líbanon í fyrsta sinn í 40 ár. En Hezbollah tekur hins vegar ekki þátt í þeim og á meðan svo þá kannski lítil vonum frið. Og með hliðsjón af því, hverjar eru þá horfurnar í Líbanon á næstunni?
Já, mat Magnúsar Þorkels að rétt eins og í Íran sé í raun og veru engin endapunktur í þessu stríði sjáanlegur. Ísrael að reyna að stækka þetta öryggissvæði sitt en það eiginlega óljóst hversu öruggt það svæði í raun og veru. Og þess vegna þetta svona uppskrifta af endalausu stríði eða endalausu hernámi sem að sjálfsögðu verið þá vatna millu samtaka eins og Hezbollah samtakana. Þetta alveg skelfileg staða í Líbanon að því milljónir manna á vergangi, búin að missa heimili sinn og þess háttar og það virðist eins og Ísrael að líta svo á að þeir eru eins og komnir til þess að vera og maður veit ekki alveg hvar þetta mun enda þessu að vera að færa landamærin alltaf fjær þar sem þau voru upphaflega. Sko Hallgrímur, það hefur verið mikið umrót í Miðausturlöndum bara í heild sinni núna undanförnu. Hversu svona víðtækt telja menn að áhrif þessa alls verði þar? Já, það bendir eiginlega allt til að þarna verði áfram einhvers konar blanda af pattstöðu og áframhaldandi átökum. Meðal annars hafa sérfræðingar, Magnús Þorkell þar á meðal, til dæmis bent á að kosningar annar staðar geta haft áhrif. Í haust bæði verið að kjósa til hluta þingsins í Bandaríkjunum og það eru líka þingkosningar í Ísrael. Og þá verður orðræðan oft harðari og við slík skilyrði kannski ólíklegra að það náist eitthvað samkomulag frið. En Magnús Þorkell segir að í löndum við Persaflóa sé ástandið líka í mikilli óvissu líka af því að það eru innri breytingar að eiga sér staðar. Kaflaskipti hafa átt sér stað, það eru mjög mikla breytingar á öllum ríkjum í Persaflónum. Valdajafnvægi að breytast og það eru stóðir sem voru þarna til og hafa verið mjög haldið þessu ákveðnu kerfi uppi núna að fara hrygt í þessum stóðum og þess vegna höfum svolítið áhyggjur af því hvað langtíma áhrif þessar breytingar mun hafa. Hingað heim, sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun Gallups fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem eru á næstunni. Vinstrið og Píratar standa í stað en aðrir flokkar tapa fylgi. Flokkur fólksins mestu en fylgi flokksins fer úr 4% í 2%. Könnunin var gerð 16. til 29. apríl en Gallup birtir ekki niðurstöðurnar fyrir en líða fer nær kosningum. Stjórnmálaflokkar geta hins vegar keypt aðganga að þessum upplýsingum. Fyrst sjáum við fylgi flokkana úr þjóðarpúlsi Gallups sem birtur var 17. apríl og svo breytinguna síðustu 2 vikurnar. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í seinni hluta aprílmánaðar, fer úr tæplega 28% og í 30%. Samfylkingin fer úr rúmlega 23% og niður í 22%. Vinstrið heldur sínu var með 13,5% en mælist nú með rúm 13%. Miðflokkurinn fer úr 11% og niður í 10% og Viðreisn úr 10% og niður í 9%. Sósíalistaflokkurinn bætir við sig fylgi, fær 5% seinni 2 vikur aprílmánaðar en mældist með 3% fyrstu 2. Framsóknarflokkurinn fer úr 4% og niður í 3%. Píratar halda sínu með 3% og flokkur fólksins fer úr 4% og niður í 2%. Önnur framboð mælast með minna en 2% fylgi. Yfir í annað. Vegfarendur á höfuðborgarsvæðinu hafa eflaust margir komið auga á gul reiðhjól víðsvegar við fjölfarnar götur og gatnamót upp á síðkastið. Hjólin eru hluti af vitundarvakningu sem samtökin hjólreiðabændur og fleiri standa að. Það svona bara til þess að minna á að það eru fleiri ferðamátar heldur en bílar. Það er svolítið orðin slys á mörgum stöðum og það var í haust sem vakti athygli okkar hvað var mörg slys að gerast með stuttu millibili og á sama stað jafnvel. Og hérna voru ekki á börn tvisvar í röð eða við sömu vikunni og það voru bara slys hérna á þessu stað. Hjólunum hefur verið komið upp í grennd við slysstaði en ekki endilega á slisstöðunum sjálfum til að draga ekki athygli bílstjóra að þeim því þar þurfa þeir að gæta sín. Hérna var slys á barni þar sem hjólaði bara innan hverfinu og var að fara yfir hverfinu hérna og var fyrir bíl og það var fyrir alvarlegum meiðslum hérna. Þannig að þetta svona til áminningur það og það hefur verið mörg slys á svona stöðum og bara í þessu hverfi það sem eins svona þerrun. Hjólandi vegfarendur eru oft berskjaldaðir í umferðinni og geta slysin verið alvarleg. Því hefur Sigurður reynslu af og stendur verkefnið honum nærri. 2017 þá lenti faðir minn í slysi á Sæbrautinni þar sem hann dó og það var svona bara meira slys heldur en eitthvað óvarlega farið þannig.
Svo dó móðir vinkonu minnar á Suðurlandsbrautinni núna í haust og það þessi tvö slys sem hafa snert mig mikið. Þetta kemur við marga, sko. Þetta bara, það þurfa allir að taka þátt í þessu og ef þú ert að fókusera til dæmis á umferðina, þá sérðu ekkert annað. Þú verður að horfa eftir hjólreiðamönnum og gangandi vegfarendum, annars hverfa það bara inn í umhverfið. Það ekki nóg að vera í svona glansvestum eða neitt svoleiðis. Ef þú horfir ekki eftir þessu, þá sérðu þetta ekki, sko. Förum út á land. 60% íbúa Víkur í Mýrdal eru af erlendum uppruna og þeim fjölgar ört. Nú svo komið að íbúar eru af 30 þjóðernum. Í Mýrdalshreppi búa 1200 íbúar en í þorpinu sjálfu búa 1000 manns. Atvinnulífið gengur meira og minna allt út á þjónustu við ferðamenn og það virðist ekkert lát vera á ferðamannastraumnum í Vík og næsta nágrenni. Íbúafjöldinn hefur náttúrulega rúmlega tvöfaldast á 10 árum og það mikið byggt af íbúðarhúsnæði. Auðvitað þetta drifið áfram af miklum vexti í ferðaþjónustu og við erum að fá mikið af erlendum íbúum sem eru margir náttúrulega farin að setja stað hjá okkur. Eignast börn og sem að ganga hérna í skóla og við viljum bara hlúa vel að þessum íbúum eins og öllum öðrum. Einar segir nú búin 30 þjóðerni í Mýrdalshreppi og mikið sé lagt í að íbúarnir læri íslensku. Þetta bara alls konar fólk sem að koma með alls konar þekkingu inn í samfélagið og þannig að já, við, eins og ég segi, viljum bara búa þannig hnútana að við getum tryggt bæði fullorðnum fólki sem kemur og sest að, góða íslenskukennslu og hlúð vel að börnunum þeirra. En hvað með ferðaþjónustuna? Hvernig líst sveitarstjóranum á stöðuna þar? Það svona kannski aðeins óljósari horfur í ferðaþjónustu, kannski stefnir ekki í jafn mikinn vöxt en ferðaþjónustan eins og allt annað í heiminum fylgir nú lögmálum þyngdaraflsins og allt sem fer upp. Það hægir á sér og fer síðan einhvern tíma niður en það samt, ég ekki með neitt svartsýnisraus, þetta er einstök náttúra hérna í kring. Það nógur tími til að hugsa dauðan eftir dauðan, orti skáldið, en því eru eldri borgarar í Danmörku alls ekki allir sammála. Því hópur þeirra fór nýverið að skoða saman líkkistur. Félagsstarf eldri borgara getur tekið á sig ýmsar myndir. Á dögunum fór hópur frá Fuglebjerg á Sjálandi í Danmörku saman í líkkistuverksmiðju í bænum. At de kan finde ud af, hvilken kiste de vil have, når de skal dø. Det skal vi jo på et tidspunkt. Og vi lander ude ved kistefabrikken om 20 minutter. Hópurinn á einu máli að dauðinn eigi ekki að vera feimnismál. Vi snakker for lidt om det. Vi skal alle sammen den vej. Det kan ikke nytte noget, vi prøver på at tro, vi ikke skal. Så hvorfor ikke kigge, hvad man kan få? Man kan få en flot kiste. Man kan få printet alt, hvad man vil. Og det lige fra, om det der solsikker, blomster, grøftekanter. Jeg siger, jeg skal brænde, så de går bare sådan her med mig, når det færdigt. De ældre bare virkelig interesserede og spørger rigtig meget og overhovedet ikke bange for at tale om døden. Det synes jeg rigtig, rigtig positivt. Altså, hvad håber du, at de andre borgere har fået ud af det her, og hvad håber du, at seerne får ud af det her derhjemme? At de kan opleve, at det ikke så slemt at dø. Förum lengra út í heim. 2 milljónir manna sáu kólumbísku popstjörnuna Shakiru halda tónleika á Copacabana-ströndinni í Brasilíu í gærkvöld. Tónleikarnir sem voru ókeypis voru liður í tónleikaferð hennar þar sem hún fylgir eftir plötu sinni Konur gráta ekki lengur sem kom út árið 2024. Lady Gaga og Madonna hafa haldið samskonar tónleika undanfarin 2 ár á þessari góðsagnakenndu strönd. Þeim ætlað að bæta efnahag Brasilíu en búist við að tekjurnar geti numið jafnvirði 19 milljarða íslenskar króna. Aðdáendur Shakiru virtust afar ánægðir með framtakið.
muita coisa, assim, tipo, ela foi uma mulher que foi traída, que deu a volta por cima, tá aí fazendo sucesso, voltando pra ativa, assim. Ela tem quase 50 anos, ela tá com a sexualidade dela viva, forte, maravilhosa, bonita. Eu amo a Shakira. Eldpiparhátíð var haldin hér á landi í fyrsta sinn í dag. Þar mátti finna matarmarkað með sterkum vörum, fræðslu eldpipar og sjóðandi heita átkeppni ásamt því að besta heita sósa ársins var valin. Áhugi á eldpipar hefur aukist á Íslandi síðustu ár og því tóku 2 vinkonur sig saman og bjuggu til hátíð. Ég að vinna með eldpipar og við notum eingöngu íslenskan ylræktaðan eldpipar. Mér langaði í rauninni bara að prófa þetta og síðan plataði ég hana Kristínu með mér í þessa vitleysu. Fyrir utan alla markaðin sem hérna í dag, alla matinn og smakkið og ísinn sem hægt að fá sér, þá verður átkeppni þar sem að verður eldraun að borða pipar. 3, 2, 1, borða! Ertu búin að gera eitthvað til þess að búa þig undir þessa keppni? Sko, ég fekk mér smoothie bara rétt fyrir keppnina og þar laði eina. Heldurðu að það muni virka? Ertu búin að gera eitthvað til þess að búa þig undir þessa keppni í dag? Ekki neitt, þetta bara til gamans. And how far do you think you will get? I hope until the final. I think I can handle it. And are there any repercussions from eating so much chili? Yeah, maybe the toilet will tell me about that. Á hátíðinni veitti Óli Finnsson garðyrkjubóndi einnig fræðslu eldpipar. Hvað kom til að þú fórst út í það að rækta eldpipar? Sko, ég hafði svona, hvað maður segja, ég fekk mikinn áhuga á þessu þegar ég var í garðyrkjuskólanum og mér fannst þetta mjög áhugavert og maður sá að það var verið að flytja mikið inn. Mér fannst alltaf pínu furðulegt að það var enginn að rækta þetta. Er einhver af þessum hérna sem að vera kannski mögulegt fyrir mig að smaka? Sko, ég mæli þá bara með að fara í jalapenoin. Ertu í sterkum mat? Ég er byrjandi. Það, já. Þá er kannski frekar þessi hérna. Já, hann var bara Hann er allavega góður á bragðið. Ok. Kemstu ofar? Heldurðu farir í næsta? Nei takk. Meiri vitleysan. Þá skulum við kíkja á veðrið. Hæglætisveður í kvöld og nótt og víða frost. Norðan átt á morgun með éljum með hita frostmarka deginum en léttskýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Það er sem sagt útlit fyrir vorhret fyrir norðan og austan framan af viku en nánar allt þetta eftir íþróttir. Glódísi Perlu Viggósdóttur og félögum í bæinn München mistókst að komast áfram í úrslitaleik meistaradeildarinnar í dag. Liðið beygði lægri hlut gegn ofurliði Barcelona í undanúrslitum. KR siglir með himinskautum í bestu deild karla í fótbolta. Liðið vann Val örugglega í gær og er með fullt hús stiga eftir 5 leiki. Þegar við erum góðir, þá erum við býsna góðir. Gunnar Guðjónsson, torfæruökumaður, segir öryggisbúnað sinn hafa virkað eins og hann átti að gera þegar hann velti bíl sínum á hvolf út í Hróarslæk í Sindratorfærinu í gær. Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni. Og við eigum 2 demanta í sleggjukasti, segir frjálsíþróttasérfræðingur, eftir að Íslandsmet kvenna hefur ítrekað verið slegið að undanförnu. Íþróttir eftir andartak. Rauðum það upp helstu fréttir. Leiðtogar bæði Írans og Bandaríkjanna virðast búa sig undir að átök hefjist að nýju í Íran. Forseti Bandaríkjanna segist mögulega hefja hernað að nýju ef Íranar gera eitthvað slæmt. Klerkastjórnin er með pálmann í höndunum og það styrkir stöðu hennar að ná samkomulagi, segir prófessor í Miðausturlandafræðum. Nú sé tími mikilla breytinga í Miðausturlöndum. Sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýrri könnun fyrir borgarstjórnarkosningarnar sem gerð var síðustu 2 vikurnar í apríl. Vinstrið og Píratar standa í stað en aðrir flokkar tapa fylgi. Mörg alvarleg reiðhjólaslys hafa orðið að undanförnum. Skærgulum hjólum hefur verið komið fyrir við nokkra slysstaði til að fá bílstjóra til að fylgjast betur með umferð gangandi og hjólandi. Þá var það upptalið hjá okkur í bili. Við sjáumst aftur hér í sjónvarpið á sama tíma á morgun
Og að þessu sinni þá kveðjum við ykkur með myndum Arnars Halldórssonar úr Nauthólsvík. Þar fannst, svona smjörþefurinn að sumarblíðunni sem vonandi er framundan. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.